Og við skulum, eins og ég sagði áðan, fara norður fyrir heiðar og heimsækja Kristján frá Djúpalæk og eiga við hans stutt spjall. Kristján, þótt kannski undarlegt með því virðast, þá varst þú skammaður fyrir að yrkja dægurlaga texta eins og menn kölluðu það. Já, það þótti í þá daga svolítið kvindastlegt og lágt, en það má ekki gleyma þessu tímabíli. Það gerðist þarna stór merkilegir atburður það bíl sem ég til dæmis Freysteinn og þeir komu af stað þessari söngvakeppni og urðu til afburða falleg lög á þess tíma og textar yfirleitt sæmilega góðir og raun og veru var ég aldrei skammaður fyrir það að yrkja illa, heldur að yrkja í þessari tóntegund sem að hét þá dægur lög eða dægur textar. Hverjir voru að gagnrýna því? Það voru ungu skáldin sem voru þá byrjuð að yrkja á bundið og orðin mikil í abstrakt listinni. En það bara vill svo til núna á síður árum að þá eru aðal dægurlaga texta höfundarnir Tómas Guðmundsson, Davíð Stefánsson og Steinn Steinar og ég veit ekki hvernig þeim líður og raunar hef ég ekki heyrt neitt skemma þá. Tókstu þetta nærri þér? Nei, ég tók það sko ekki nærri mér, ekki á nokkur nátt. Hafði ljóðið þá eitthvað annað og merkilegra hlutverk fannst mönnum? Ég ekki vafið það að ljóðið hafði merkilegt hlutverk og merkilegasta hlutverkið var það að vera á íslensku því að þetta var á þess tímabili allt á ensku sem við heyrðum og það var ábyggilega eitt af því sem kynnt undir hjá mér, það var að reyna að berjast á móti ensku textunum. Nú svo vildi nú svo til að tónskáldin sem ég orti fyrir var nú annars vegar Svavar Benediktsson sem hefði verið giftur systur minni og svo enga vinur og hálfgerður uppeldisbróður Ágúst Pétursson sem var alveg upp heima á strandinni. Datti nokkuð tíman í hug og þér hefur kannski náttúrulega aldrei dottið í hug að hætta að yrkja texta þar að leiðandi? Nei, þetta aukið jóks nú raunar meira, það komið þarna ungir og ágætir menn, þeir Magnús og Jóhann, þeir komið þarna, þeir semdu, ég held að vera Magnús sem var semdu þetta við Örn og Dagar, það var hann af aldrei söng á plötu alveg og þeir hafa orðið og þetta eru orðið óhemjulegt magn af textum. Veistu hvað þeir eru margir? Ég veit það ekki sjálfur fyrir víst en ef að við tökum með allar þýðingar til dæmis þá heyrði ég einhver tala að myndi verið 300 til bara í útvarpin á plötum og bendur. Áður en lengra haldið þá skulum við bregða upp enn einu dæmi góðan texta gott ljóð eftir Kristján frá Djúpalæk. Hér kominn Páll Óskar Hjálmtímsson, hann ætlar að syngja lag eftir tvo félaga sem að þekkja vel til, Kristján og síðan útvarpsmanninn Jónas Jónasson, lag Jónasar Vor í Vaglaskógi. Kvöldið okkar og vorum Vaglaskóg. Við skulum tjalda í grænum berjamór. Leiddu mig vinur í lundin frá í gær. Lindin þar niðar og birkir hríslan grær. Leikur í ljósum, lokkum og hangandi rósum. Leikur í ljósum, lokkum inn vaggandi blæ. Dagperlur glitra dalinn færist rók. Draumar þess rætast gistir Vaglaskóg. Kveldrauðu skín
Hvernig á góður texti að vera? Hann var nú fyrst og fremst að vera rétt stuðlaður og rímaður að mínu mati og svona samhengi í efni, ekki sitt beinið að hverju tíkinni, eins og mér finnst nútíma textar vera, þeir eru mjög illa sambyggðir efnislega. Heyrir þú vonda texta? Já, miklu meiri nú að þeim og þó ennþá músík. Ég þoli afar illa rockið og poppið. Hvað eru þínir textar? Allt mögulegt? Þeir eru tölvöld mikið sjó. Já. Nú eitthvað hálfu velgja svona í ástæðum, það ekki mikið. Og svo land, þjóð og tungu, það stendur. Ef við, til dæmis sjómannavalsinn. Já, sjómannavalsinn náttúrulega, hann náttúrulega sérstakur og hefur orðið sjálfs viðsætlu nokkuð annar texti eða nokkuð annar verk sem ég hef þýtt eða ort í þessum dúr. En það stendur þarna, það gefur upp át sem við Grænland. Og nú eru menn alltaf að spyrja hvað ég sé að gera með Grænland inn í þetta. En þá hefðum við svoköldu Jónsmið sem undan Grænlandi. Og þangað sóttu togarar, meðal annars Akureyrar togarar á þessi Jónsmið. Og þá ekkert athugavert við þetta. Og eins og Hornbjarg og Djúpinu rís, það vegna þess að þeir komu auðvitað fyrir Horn. Hinir segja, svo að segja að sé Snæfellsjökull. Þú sagðir áðan að þú heyrðir vonda texta og kannski þaðan verri tónlist. Finnst þér menn gæta sín á því að varðveita tunguna í gegnum þessa texta? Já, það nú svolítið bót í málið, það nú ákaflega erfitt að heyra orðin í mörgum þeirra og tungan nú ekki hátt skrifið, því miður finnst mér tungan fara hrakandi. En það eitt sem ég vil nefna, að það Bubbi Morthens, að hann að læra að yrkja eins og maður, Íslendingur. Það þykir mér mjög virðingavert. Mér skilst að vera að hann læra stuðlasetningu og það mikil bát.